Ja, Halldór, gefur mér að þetta hafi verið svekkjandi tap á móti Íslandi hérna þetta. Hvað að gerast hjá þínum stúlkum? Bara erfið byrjun, mikið að töfum boltum, 27 tapaði boltum, stig á töfum boltum og það var bara sem var, lélegar ákvörðunartökur kannski í byrjun móti pressunni. Það komið mjög aggressív eitt pressu og við vorum að leysa mjög illa og köstum boltanum alltaf mikið í hendurna til að byrja með en á móti þá komum við tilbaka og áttum séns að taka þetta inn í lókin sem mjög gott fyrir okkur sem að byggja okkur upp fyrir fleiri verkefni í sumar, þannig að það gott að vita að við getum komið tilbaka úr þessari drullu sem vorum í byrjun, þannig að já, það bara upp áfram eins og maður segir. Og tekur leik, þetta eru 40 mínútur, ég segi að það hefur spilað illa í 3-4. Svona, ég held haus lengst af í þessum leik. Það kemur hana 14-0 run í ákveðin kafla sem var mjög vondur kafli. Byrjun annars leikina. Já, og það er svona sá punktur sem þetta fór frá okkur. En á móti höfðum við höfðum tækifæri að taka þetta inn í lokin, en auðvitað kostar það miklu orku og það þarf allt að ganga upp til að koma tilbaka úr þessu mun. En eins og segi, bara ég er bjartsýnn fyrir okkar hönd ef við getum haldið þessu áframhaldandi sem við vorum að gera inn í seinna. Þannig að bara reynum að byggja meira á því og skoðum hvað valdi og ég veit alveg að við þurfum að sjá hvernig við áttum að leysa þessa pressu betur sem ég held að sé auðvelt, við gerðum það miklu meira í seinni, það kom ekki jafn margir tapaðir en það er líka að þessi tapaboltar voru vondir því að þeir skoruðu þeir alltaf á hann. Villuvandræði sem liðið á að koma inn og með 3 leikmenn með 4 villur að fara í byrjun seinni hálfleiks. Spilar þínu verðmætasta leikmanni, Kolbrúnu Maríu, hún villar ekki út, allavega seinni hálfleiki, fyrir ákveðinn hæfileiki. Já, og líka þegar hún spilaði góða vörn, en maður hurti, við erum með 3 mjög mikilvægar stelpur í Fjólu, Önnu og Kollu í 4 og þá verðum við að taka ákvörðun og Kolla var bara smart og spilaði sin leik vel eftir þetta og náði að spila út leikinn. Það var rosalega vont að fá Önnu Maríu og hún nýbúin að hitta henni ennþá þrist. Fá svo fárlega vill á sig í 50, þannig að það er líka svona, það var mjög gott mótsjó með okkur á þessum tímpúti. Það var vill á Báru? Það var alveg klárlega vill á Báru. Eru sammála það? En því miður þá er ég ekki 4. dómarinn, eins og mikið mér langaði að vera það. Þú varst nú að reyna það? Já, það er alltaf betur. Það stutt á milli þessu 24 tímar í Danmörku. Hvað gerir þið til að undirbóka? Nú þurfum við bara, þetta er mikill hiti og mikið vökvatap og það þarf bara að drekka, borða og sofa og svo bara fá þær að hvíla sig aðeins og við tökum svo bara vídeo á morgun, æfingu og áfram gang, bara gleði og gleði. Það er að lofa með sigur á morgun? Ég hef aldrei gert það og ætla ekki að gera það en ég bara lofa að þær mæti vel gíraðir og peppaðir í að fara all out á móti Danmörku. Þar hafið þið það, Halldór Karl lofar íslensku sigri á Danmörku á morgun. Kærar þakkir og gangi ykkur vel.